Lambakórna frá KS lykillinn að dýrindis veislumáltíð. Kokkarnir á N4 í boði KS. Kjöt frá KS, engu öðru líkt. Í þessum þætti af kokkunum okkar ætlum við að líta örlítið öxl og rifja upp uppskriftir meistaranna sem við hittum í síðustu þáttum. En í okkar fyrsta þætti hittum við frumkvöðulinn og fyrsta Bocuse-keppandann, hann Stulla. Þar sem hann staddur í Vatnsdalnum og plötuðum við hann til þess að grilla fyrir okkur nýveiddan lax. En svo keyrðum við í borgina og hittum hann Hafstein, einn þeirra fjölmargra aðstoðamanna sem hafa einnig takið þátt. Hann eldaði fyrir okkur ribeye á sinn hátt. Við skulum líta á þessar uppskriftir. En í dag, hér komin einn bleikur. Það einn bleikur, já. Er hann úr sveitinni? Hann úr sveitinni, stundum við nú... En þetta ekki halda á sleppa allt í dag? Hvernig... Já, en það nú einn og einn svona sem við þurfum að drepa sem kannski flugan först í og blæður og... Þið verðum að taka gæðað test, sko. Já. Hvort þetta sé í lagi. Já. Við fundum skaffist naut. Það hárrétt. Svona á grillið. Algjörlega. Hvað langar þið að gera við nautið okkar? Heyrðu, við erum hérna með nauta ribeye sem við ætlum að grilla eins og þú nefndir áðan. Ég ætla að bjóða upp á með þessu bakaðar rauðrófur og svona bakaðan lauk og karmeliseraðan lauk. Bakaðan og karmeliseraðan? Já. Þetta hljómar spennandi. Það gerist ekki mikið betra. Eftir nautasteikina hjá honum Hafsteini kíktum við upp á grillið. En þar hittum við matreiðslumann ársins 2015, hann Atla Erlendsson. En hann líka einn af þeim fjölmörgu aðstæðmönnum sem hafa tekið þátt í Bocuse d'Or. Eftir veislu honum rúlluðum við í Bláa lónið í enn eina veisluna hjá honum Viktori, sem var matreiðslumaður ársins 2013 og líka annar aðstæðumaður í Bocuse d'Or. Kíkjum á þessa drengi. Handa þér. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Takk. Gægt. Skagfiskur ær aftur öxull, segja sumir. Aftur öxull, já. Ég hef aldrei heyrt það áður. Getur það ekki gengið fyrir okkur? Jú. Sko, við vorum búin að hringja í þig og aðvara þig svolítið. Já. Hvað ætlarðu að gera? Sko, við ætlum að elda þetta bara aðeins á grilli. Já. Kolagrillin okkar. Við erum jú á
grillinu. Grillinu. Mikið rétt. Þannig að það er vel við hæfi. Og ætlum að vera með svona einfalt meðlæti, grillaðar kartöflur líka og svona kalda sósu. Já. Svo, já. Ekki bara byrja. En við erum nú komnir, Já. Ekki í lúðu og krabba, Nei. heldur í íslenska bleikju. Já. Þetta er svona fiskur sem er mikið hérna á seðlunum hjá okkur. Já. Og ég ætlaði bara að taka svona létt demo á hvernig er fljótlegt og þægilegt og einfalt að elda svona bleikju. Eftir þessa veislu keyrðum við upp í Borgarfjörð og hittum hann Þráinn þar sem að hann grillaði fyrir okkur skötusill rétt eftir að hann var búinn að taka á móti fjölda laxveiðimanna. En við keyrðum aftur í bæinn og hittum hann Sigga Helga, yfir matreiðslumann á grillinu og okkar nýjasta keppanda eða síðasta keppanda í Bocuse d'Or. Við fáum okkur ennþá meira að borða. Selur, skötusilur. Já, það er alveg besta á grilli sem hægt er að fá á fisk. Þéttur. Mjög svo. Góður. Menn segja oft ef að er ekki hægt að ná í humar, þá bara nærðu í skötusil. Já, nákvæmlega, það er svona... Og klassíska sagan fyrir 20 árum, þá var þessu hent. Já, klálega. Og þetta eru líka það er alveg beinlaus, maður er ekki að pilla niður bein úr honum. Og hann kemur bara, hann getur fengið að svona í fiskjala. Já. Og besti fiskurinn á grilli þannig að hann er svo þéttur, eins og segir. Þannig ég ætla nú bara að hafa þetta einfalt og bara skera niður í einhverja steikur. Já. Og marina hann rétt bara. $25 lighters on my dresser, yes sir. You know I got to get paid. $25 lighters on my dresser, yes sir. You know I got to get paid. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank with 25 more.
Siggi, áður en við fórum að trufla hérna á grillinu á vaktinni, sendum við lamba öxl. Það náttúrulega ekkert annað en hluti af frampartinum eða hvað? Já, klálega. Kallað lambabóu líka. En hérna þetta svona herðablaðið og leggurinn þar fyrir framan hluti og alveg æðislegt hráefni. Þessi úr Skagafirðinum. Eftir þessar miklu fisk- og kjötveislur fengum við hann Rúnar, okkar helsta matreiðslunema til þess að elda fyrir okkur grænmeti. En við gátum ekki sagt skilið við kjötið, heldur fengum dómarann og keppandan Sturla Birgisson til þess að elda fyrir okkur hrossasteik upp á Hótel Holti. Hvað ætlar að gera fyrir okkur í dag? Ég er með svona kál sítrus þema, með hvítkál aðalega, svo svona sítrus, sítrónu, hvítkálsmauk, ferska báta og dill, bygg, svona smá súrsæt vínagrætta. Þetta er ekki bara hvítkál, þetta er sko 1, 2, 3, 4, þetta er hellingur að mise en place. Einfalt samt í gerð, sko. Já. Þú ert einhvern veginn hendi í þetta. Hvað ertu að koma með á disk? Heyrðu, hér Þú ert búinn að skila fiskiþáttinu til mín í Vatnsdalnum. Já. Það er komið að geta. Það er komið að. Heyrðu, hérna ætlum við að vera með, ef við getum bara sagt, rossiós. Rossiós? Já. En hérna er rossafillet, eða hryggurinn. Já. Og hérna, sem er ansi magurt og gott kjöt. Og það verður nú ekki dónaldur þetta í keppninni. Nei, heldur það frakkarnir, þeir borða kjöt, hrossakjöt? Já, þeir borða það og bara tölvöld það í.
Við höldum okkur við holtið, en núna erum við búin að plata yfir matreiðslumannin í eldhúsið, hann Friðgeir. Hann eldaði fyrir okkur pasta og þorsk. En við brugðum okkur líka norður á Akureyri og hittum hann Róbert Hassler á Strikinu. Við skulum líta á þessa meistara. Hvað ætlarðu að elda? Herru, ég er að græja hérna smá pasta bara og þorsk. Questa estate senza te, ma non sanno che vivo ricordando sempre te. Il profumo del mare non lo sento, non c'è più. Queste notti senza te. Eftir þessa frábæru ítölsku veislu hjá honum Friðgeiri og örlitla tómatsósu heim í eldhúsi ætlum við að hitta hann Róbert upp á efstu hæð á Strikinu. Við enduðum á því í þessari miklu sælkeraferð okkar að hitta hann Hákon Má Örvarsson, bronsverðlaunahafa Bocuse d'Or keppninnarinnar á veitingastað sínum Kitchen and Wine í miðborg Reykjavíkur. En við heimsóttum líka hann Sigga Kalla, fyrsta aðstoðarmann í keppninni og lékum okkur að mozzarellaosti og grænmeti. Við skulum líta á þessa meistara í þessum síðasta þætti okkar af kokkunum okkar. Hákon Már, sæll og blessaður. Sæll hann. Hér finn ég inn í þínu hjarta. Já. Hér ertu að eyða þínum stundum á Kitchen and Wine. Já. Heyrðu, en ástæði fyrir því ég vildi hitta þig í dag var Bocuse. Já. Og við vorum búin að hafa samband og senda á undan okkur skagfiskt lamb. Já, já. Það lítur heldur betur vel út hérna á disk og við eftir að gera eitthvað gott úr þessu.
Við ætlum að gera svona milfoil úr eggaldin, zucchini, mozzarella, grilluðum paprikum, fíkjum, kirsebæratómötum og salatlauk. Svo ætlum við að setja hérna mongólska parmaskinku. Er þetta að segja það? Mongólska hráskinku. Mongólska hráskinku. Þú móðg einhvern í parma. Já, akkurat. Lambakórna frá KS lykillinn að dýrindis veislumáltíð. Kokkarnir á N4 í boði KS. Kjöt frá KS, engu öðru líkt.